Heilbrigðisstarfsfólk oft í þeirri stöðu að sinna samskiptum á ögurstundu í lífi einhvers. Setning eða orð greipast í minni viðmælandans sem man hana alla tíð þar á eftir. Þetta skapar ákveðna sérstöðu sem ekki til staðar í öðrum störfum. Þetta eru forréttindi, en þetta getur líka verið erfitt. Að þessu sögðu, þá langar mig til að kynna til leiks Gunnar Beinteinsson, framkvæmdastjóra rekstrar og mannauðs, sem ætlar að kynna ársreikninga spítalans. Háalvarlegt málefni, en setningar sagðar ársreikninga hafa ekki sömu tilhneigingu til að festast í minni fólks. Eða hvað, Gunnar? Takk fyrir þetta, Dögg. Mér líður að segja fjármál Landspítala, það bara eins og að vinna á gjörgæslu, En mér dettur í hug, frávik í rekstri voru óveruleg, svona setning sem mjög erfitt að gleyma. Heilbrigðisráðherra, forstjóri, samstarfsfólk og aðrir ársfundargestir. Ég komin til að fara yfir ársreikning ársins 2022. Þegar árið gekk í garð voru enn í gildi strangar samkomutakmarkanir sem áttu eftir að verða hertar að nýju áður en þeim var aflétt síðan í febrúarlok. Í 2 ár hafði allt verið öðruvísi en áður. Vinnan, félagslífið, samfélagið og Landspítalinn þurfti að gerbreyta allri sinni starfsemi og takast á við heimsfaraldur af stærðargráðu sem fáir hefðu getað gert sér í hugarlund. Aflétting samkomutakmarkana var þó ekki lokapunkturinn hjá okkur. Sú hreina COVID-smita sem gekk yfir samfélagi kallaði ekki aðeins á mikilvæga þjónustu spítalans, heldur gerði okkur erfitt vik að manna allar vaktir. Því okkar fólk, eins og aðrir, veikjast og svo tóku flensurnar við eins og Runólfur kom hérna að áðan. Þannig að við horfum ekki endilega til ársins 2022 með söknuði, heldur með stolti yfir hversu vel okkur tókst til og þrátt fyrir allt að halda úti góðri heilbrigðisþjónustu þökk sé frábæru starfsfólki. Áður en ég fer yfir ársreikningin ætla ég að byrja á að fara aðeins yfir samanlögð áhrif COVID á rekstur Landspítala og staldra síðan aðeins stuttlega líka við innleiðingu þjónustu tengdrar fjármögnunar. Allt mjög spennandi efni. Hér sjáum við þróun innlagna vegna COVID-19. Rauði parturinn sýnir fjölda sjúklinga á gjörgæslu, en eins og sjá má þá náðum við hæsta toppinum í innlögnum eftir að samkomutakmörkunum var aflétt. Samhliða stóðum við frammi fyrir miklum fjarvistu vegna veikinda og þau gjörðu okkur erfitt vik við að manna vaktir með fullnægjandi hætti. Þið sjáu þarna tölur í mars, 14%. Það eru 900 starfsmenn veikir. Þannig að tölurnar eru mjög háar. Samanlögð fjárhagsleg áhrif COVID-faraldursins á Landspítala námu ríflega 20 milljörðum króna yfir þetta 3 ára tímabil. Súluritið sýnir áhrif á rekstrarreikning eftir árum og aftur má sjá að áhrifin voru mest á árinu 2022. Appelsínugula-súlan sýnir viðbótar launakostnað sem fólst meðal annars í launum vegna álags og aukavinnu og tímabundinna ráðninga svo sem í bakvarðasveit. Veikindafjarvistir þurfti að brúa með yfirvinnu auk þess sem greitt var viðbótar álag til starfsfólks sem starfaði við mjög krefjandi aðstæður. Grái liturinn í súlunum sýnir kostnað við rannsóknarvöru vegna PCR-veiruskimana fyrir COVID sem var mest á árinu 2021 og fyrsta ársfjórðungi 2022, en síðan drógu verulega úr skimunum eftir afléttingu sóttvarnaraðgerða. Önnur vörukaup svo sem hlífðarbúnaður var ríflega 0,5 milljarður króna hvert ár og eru sýnd í gulum lit. Græni liturinn sýnir síðan önnur áhrif á reksturinn, til dæmis aukna ræstingar, aukna tækni, auk þess kallaði faraldurinn á talsverða fjárfestingu í stærri tækjabúnaði meðal annars öflugum veirugreiningartækjum. Aðeins framleiðni álag og manneklu. Mannekla viðvarandi vandamál á Landspítala. Stytting vinnuvikunar kærkomin og mikilvægi starfi, en í rekstri hefur þau áhrif að hvert stöðugildi skilar færri vinnustundum.
Samhliða hefur álag aukist. Okkur að fjölga, við erum að eldast og ferðamannastraumurinn segir sitt. Einna mest álagið á bráðadeild spítalans í Fossvogi. Þar hefur umfang á hvern hjúkrunarfræðing aukist 27% frá 2019, mælt í fjölda koma á hvert stöðugildi. Aukning á dag- og göngudeildum 16% og 5% aukning í fjölda lega sem mælast á hvert stöðugildi hjúkrunarfræðings yfir árið. Sambærileg aukning hjá læknum. Aðeins að DRG. Á árinu 2022 tóku gildi samningur milli Sjúkratrygginga Íslands og Landspítala þjónustutengda fjármögnun. Tekur svo fjármögnun fullt gildi á þessu ári og eins og forstjóri spítalans kom að hér áðan. Megin áherslan árið 2022 var á nauðsynlega skráningu í sjúkraskrá, svo unnt sé að flokka alla klíníska starfsemi í þar til gerða sjúkdómaflokka. Með samstilltu átaki fjölda starfsmanna náðist feikilega góður árangur og ófullnægjandi skráning inniliggjandi sjúklinga fór úr 10% í 0,8%. Við erum því sannarlega tilbúin í næstu skref á þessari vegferð. En þá kannski að ársreikningum. Ég var hérna í fyrra, þá sagði ég eina tölu og ég mun segja aðeins fleiri tölu núna. Ég talaði töluna 85% rúmanýtingu fyrra sem allir ætti að muna. Ég ekki alveg viss hvaða tölu þið að muna úr þessu orða tölunum núna eftir en ég ætla að fara yfir ársreikningi núna. Tekjur Landspítala á árinu 2022 voru 105 milljarðar og hækkuðu tæpa 8,5 milljarðar króna á milli ára eða 8,8%. Ríkisframlagið hækkaði 7,8 milljarðar króna en þar af voru 4,2 milljarðar til að mæta launahækkunum og almennum verðlagshækkunum milli ára. Sérstök hækkun var á framlagi til Landspítala til að fjölga hágæslurýmum á gjörgæslum og endurhæfingarýmum fyrir aldraða á Landakoti. Framlag vegna COVID-kostnaðar hækkaði einnig milli ára. Hækkun rekstrartekna milli ára skýrist fyrst og fremst af fjölgun ósjúkratryggðra sjúklinga og hefur það einnig áhrif á gjaldahlið rekstrarreikningsins til hækkunar. Ef frá talin lækkun á COVID-tengdum rekstrargjöldum, þá var undirliggjandi hækkun á rekstrarkostnaði milli ára það bil 1 milljarður króna og það í samræmi við verðlagsþróun. Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna hækka á milli ára og fjárfestingaþörf í tækjum, vélum og hugbúnaðarlausnum fer vaxandi. Afkoma ársins í rekstri var jákvæð sem nam 1.541 milljón króna. Sú niðurstaða skýrist af tvennu. Annars vegar af viðbótarfjárveitingum sem heilbrigðisráðuneyti ráðstafaði til Landspítala í lok árs upp í uppsafnaðan eldri halla og hins vegar af framlagi á fjáraukalögum upp í eftirstöðvar COVID-19 kostnaðar frá fyrra ári einnig ráðstafað upp í eldri halla. Aðeins nánar launagjöldin. Launagjöld vegna fastra launa hækkuðu tæpa 4 milljarða króna á milli ára eða 10,5%. Starfsmönnum fjölgaði 3,7% milli ára og var lítilsháttar hækkun í meðaltals starfshlutfalli. Þá fjölgaði dagvinnustöðugjöldum 4% á milli ára. Einnig urðu hækkanir í samræmi við kjarasamninga milli ára auk hagvaxtarauka vorið 2022. Árin eru þó ekki fyllilega samanburðarhæf. Þar sem betri vinnutími vaktavinnufólks minnkaði vinnutíma 17% fyrir hvert stöðugildi milli ára. Fjölgun stöðugilda hefur því ekki fjölgað vinnustundum heldur hefur þeim fækkað. Önnur launagjöld hækkuðu umtalsvert eða 4,4 milljarða króna. Þær hækkanir koma til að tímabundum viðbótargreiðslum til starfsmanna sem tengdust COVID-faraldrinum og aðgerðum til að tryggja lágmarksmönnun. Efnahagsreikningur. Hér sjást tölur úr efnahagsreikningi Landspítala. Breytingar voru gerðar á lögum opinber fjármál árið 2017 og síðan þá hefur ríkt óvissa meðhöndlun á fasteignum Landspítala. Fasteignir eru ekki eignfærðar í ársreikningnum en þó er ýmis kostnaður gjaldfærður vegna þeirra. Auk þess sem haldið utan endurbætur meðal fasta fjármuna. Fyrirværi því gerður varðandi efnahagsstöðu. Veltufjármunir hafa aukist 1 milljarð sem skýrist af hærri stöðu við ríkissjóð, en einnig hafa byrði lækkað eftir byrðahækkun í gegnum COVID-19. Á móti hafa viðskiptakröfur hækkað sem skýrist af aukinni þjónustu.
Höfuðstóll hefur batnað sem nemur hagnaði ársins eða 1,5 milljarðar króna og nú neikvæður 650 milljónir. Eins og sjá má af ársreikningi fyrir árið 2022 eru frávik í rekstri óveruleg og vel hefur tekist til í samstarfi Landspítala og heilbrigðisráðuneytisins. Spítalinn stendur þó frammi fyrir miklum áskorunum í rekstri, okkur heldur áfram að fjölga, við erum að eldast og samfélagið að verða fjölbreyttara sem betur fer. Allt kallar þetta á aukin og breyti verkefni fyrir spítalann og þess vegna sérstaklega mikilvægt að við vinnum náið saman, spítalinn og stjórnvöld til að tryggja starfsemina. Takk fyrir.